Það alveg ljóst að ég hef stílið einstaklingsneiðina heilbrigðisþjónustu svolítið öðruvísi en henni. Þetta ekki fyrst og fremst heilbrigðisþjónusta sem stunduð í skjóli erfðafræði. Það alls konar aðrir hluti sem kom í þetta. En ég ætlaði hins vegar að leggja það áherslu frá mínu bæturum síðan það það afskaplega mikið forréttindi að fá að tala heilbrigðisþjónustu án þess að vera að tala biðlista, troðfullar bráðamóttöku, dýr lyf sem ekki var samþykkt og skort á leguplássum. Í dag ætlum við að tala framtíðarsýn á læknisfræði. Við ætlum að tala það hvernig megi bæta heilbrigðisþjónustuna með því að stunda hana í skjóli skilnings á mannlegri fjölbreytni og það verður að hafa það í huga þegar sjúkdómur kemur upp í manni, þá sjúkdómurinn aldrei í einangrun, hann alltaf í samhengi við líffræði einstaklingsins. Og líffræði einstaklingsins yfirleitt alltaf svolítið öðruvísi heldur en líffræði annarra einstaklinga og við erum að tala að búa til heilbrigðisþjónustu sem tekur mið af þessum mun milli einstaklinga. En svona heilbrigðisþjónusta eða heilbrigðisþjónusta almennt, hún verður ekki stunduð án skilnings á eðli sjúkdóma. Hvað það sem býr til sjúkdóm í manni? Og í dag líklega einfaldasta leiðin til að sækja nýja þekkingu eða nýjan skilning á sjúkdómi mannsins að rannsaka mannlega fjölbreytni, leita að henni líffræðilegu orsök á sjúkdóminum í innsæginni það sem gerir okkur pínlítið öðruvísi hver frá öðrum. Og hinn mannlega fjölbreytni, hún byrjar á fjölbreytni í röðum niturbasa í erfðamenginu og sú fjölbreytni gífurleg. Við erum með fjölbreytni sem á rætur sínar í breytingum sem átt sér stað þegar að erfðamengið flutt frá einni kynslóð til annarar í 8 til 10.000 kynslóðum. En það meira heldur en fjölbreytileiki í röðum niturbasa sem býr til mannlega fjölbreytni. Við erum öll undir áhrifum umhverfisins frá því augnabliki sem við erum getin og þangað til við deyjum. Og eftir því sem við verðum eldri, þeim meira tækifæri hefur umhverfið haft þess að berja á okkur. Og það má að vissu leyti líta á tíman eða aldur eins og trekt sem safnar umhverfisáhrifum. Og þegar þið horfið til þess þá eru flestir þeir sjúkdómar sem búa til mesta byrði á heilbrigðisþjónustuna sjúkdómar sem að kvikna tiltölulega seint á ævinni eftir að umhverfið haft töluvert tækifæri til að hafa áhrif á okkur. Nú, hvernig brúum við þá þetta bil sem milli erfðamengisins og svipjarðar, milli erfðamengisins og sjúkdómsmyndar og það mjög erfitt að setja saman kerfisbundna aðferð til að rannsaka umhverfisáhrif. En eitt vitum við þó að meiri hlutin af áhrifum erfðamengisins fer í gegnum prótein og mjög stór hundraðshluti af áhrifum umhverfisins gerir það sama. Þannig að eitt af því sem að fólk hefur reynt upp á síðkastið að skoða styrk af próteinum í blóði í tengslum við erfðafræði og líta á það í pathogenísku sjúkdóma. Einstaklingsmiðuð heilbrigðisþjónusta í raunrétti ekkert annað en heilbrigðisþjónusta sem stunduð í ljósi þekkingar á því sem býr að baki mannlegri fjölbreytni. Og það dálítið gaman þegar maður skoðar annars vegar það hvernig menn bera sig að því að nota mannlega fjölbreytni til að gera uppgötvanir á annan veginn og hinn veginn hvernig þeir nota sér hið sama við að vinna að einstaklingsmiðri heilbrigðisþjónustu. Þegar við erum að reyna að gera uppgötvanir og eðli sjúkdóma, þá erum við alltaf að leita að einhverjum samnefnara í hópi manna sem hafa svipaða hættu á því að fá sjúkdóm eða eru bregðast við meðferð á sama hátt og svo framvegis. Til dæmis að við erum að leita að þeim líffræðilegum breytum sem að tengjast hættuna á því að fá hjartasjúkdóm, krabbamein eða astma og svo framvegis. Og þegar við finnum þann samnefnara þá erum við langoftast mistvottum í leiðavísi að því hvernig við getum uppgötvað hvað býr að baki sjúkdóminum. Við erum að leita samnefnara hópa fólks sem deila einhverju líffræði þegar við erum að gera uppgötvunina. Þegar við erum að vinna að einstaklingsmiðri heilbrigðisþjónustu þá erum við að reyna að finna hópinn sem einstaklingurinn fellur inn í. Við erum að nota samskonar aðferðir, það má líta svo á við séum
að snúa þeim við þegar við byrjum að vinna að heilbrigðisþjónustunni, og þá var það spurningin hvað þurfum við til þess að geta unnið að einstaklingsmiðri heilbrigðisþjónustu í okkar samfélagi þannig að það skipti máli. Og það sem ég að tala núna mín eigin sýn á hvernig þetta hlýtur að verða að endingu, og það sem ég að tala er ekki einhvað sem má búast við að við höfum í þessu samfélagi á morgun, en við hljótum að enda upp með einhvað sem að lítist þessum. Það að segja, við þurfum þrennt til, við þurfum gagnagrunn með heilbrigðisupplýsingum með mjög stóran hundraðshluta þjóðarinnar sem ónafngreinanlegur. Gögnin í þessum gagnagrunni yrðu notað til að þjálfa gervigreindarforrit sem ætlað að fígura út hvernig hver einasti datapunktur í þessum databasa háður öllum öðrum datapunktum í databasanum. Og nota þetta til að hjálpa okkur við að skilja hvernig áhætta á sjúkdómi verður til, hvernig sjúkdómsmyndin verður til, hvernig menn bregðast við meðferð og svo framvegis. Í þriðja lagi þá þurfum við aðferð fyrir einstaklingin. Viðskiptavin heilbrigðisþjónustunnar til að komast að þeirri þekkingu eða nýta sér það þekkingu sem verður til við að hleypa þessu gervigreindarforriti lausu á þennan gagnagrunn. Og besta leiðin til þess held ég sé að búa til app þar sem einstaklingar í samfélaginu geta komið fyrir öllum þeim heilbrigðisupplýsingum það sjálfa sem til rafrænum sjúkraskrám, lyfjum sem þeir taka, lífstíl, upplýsingum af wearable devices og svo framvegis. Þegar ég að tala heilbrigðisupplýsingar eins og í þessum gagnagrunni eða ópersónutengjanlegum heilbrigðisupplýsingum í svona gagnagrunni annars vegar og heilbrigðisupplýsingum með einstaklingin hins vegar, þá ég að tala heilbrigðisupplýsingar með mjög breiða skilgreiningu. Það að segja ef þið veltið fyrir ykkur að það sem ræður mestu það hversu lengi fólk lifir hvað það socio-economic status, það að segja hversu vel þeir búa í samfélaginu. Og það rauninni ekki hægt að byggja upp merkilega einstaklingsmiðla heilbrigðisþjónustu án þess að við tökum inn í laun fólks, menntun fólks og svo framvegis. Það sem gerir þessa nálgun á heilbrigðisþjónustu athyglisverða númer 1 að viðskiptavinur heilbrigðisþjónustu að þessara tegundar af heilbrigðisþjónustu í langflestum tilfellum heilbrigður einstaklingur. Það að segja að þessi tegund af heilbrigðisþjónustu miðast við að hjálpa fólki meðal annars við að halda í heilsu, ekki bara bregðast við sjúkdómi þegar koma. Annars sem gerir þessa tegund af heilbrigðisþjónustu aðlaðandi að þarna verður einstaklingurinn virkur þáttakandi í eigin heilbrigðisþjónustu. Nú, ég ekki nokkrum vafa að maðurinn sem situr mér til vinstri handar hefur ýmsar spurningur það hvernig við hlúum að rétti einstaklingsins til að fá að vera í friði í sínu samfélagi. Það sem gerir þetta að mér finnst aðlaðandi þegar kemur að þeir hlið málsins að þarna liggur allt valdið í höndum einstaklingsins. Hann hleður inn þeim upplýsingur sem hann vill að séu notaðar inn í þetta app og hann ákveður með hverjum hann deilir þessum upplýsingum. Fyrir utan þessar heilbrigðisupplýsingar sem nú þegar til í íslensku samfélagi, þá mjög skynsamlegt að bæta við viðbótargögnum sem geta aukið gæði, geta aukið nákvæmnina í því sem kemur út úr gervigreindarforritinu, gögnum eins og röðum nítróbasa í erfðamengi, arfgerðum, styrka prótein í blóðu og svo framvegis. Þegar þannig gögn komin ofan á hinn venjulegu heilbrigðisgögn, hægt að fara að spyrja alls konar spurningar sem lúta ekki bara að sjúkdómum, heldur til dæmis að hrörnun líffæra áður en að sjúkdómar myndast og sem býður upp á þann möguleika að grípa inn í prósessin áður en að sjúkdómur greinist. Það hægt að byrja að vinna með pre-diagnostic deterioration á líffærum. Og ég ætla að enda með að benda á eitt dæmi hvað getur fengist út úr því að líta á líffræðilegan aldur líffæra. Og það eitt af því sem að Magnús Úlfarsson og Hannes Helgason hafa verið að vinna að niður í Vatnsmýri,
að nota alls konar aðferði til að meta líffræðilegan aldur líffæra. Þeir eru að nota segulómanaskömm, þeir eru að nota prótein í blóð og svo framvegis. Og það sem ég finnst í sjálfu sér mest interessant af þessum þegar þeir voru að skoða líffræðilegan aldur 37 líffæra með því að nota tiltölulega einfalt gervigreindarforrit og í kringum 100 prótein í blóði. Og það sem þeir gera það fyrst og fremst þeir meta, taka stóran hóp af fólki og taka síðan prótein sem eiga rætur sínar í heila, hjarta og svo framvegis og nota þau prótein til þess að geta sér til aldur einstaklingsins. Síðan þegar þeir beita þessu líkani á fólk almennt, þá taka þeir fyrst og fremst aldur einstaklingsins, draga síðan frá því líffræðilegan aldur sem segja heilans, og ef talan sem kemur út minni heldur 0, þá að eiga sér stað hrörnun heilans langt fyrir aldur fram. Og þegar þeir voru búin að gera þetta, þá fóru þeir og spurðu spurninginnar, vitum við eitthvað sem hefur áhrif á líffræðilegan aldur heila? Og þeir fundu fullt af sjúkdómum sem að auka í líffræðilegan aldur heila og fæstir af þeim sjúkdómum kom okkur óvart, sjúkdómar eins og Alzheimer og Parkinson sjúkdómur, en það sem ég finnst virkilega athyglisvert að þeir fundu eitt sem hefur áhrif til að minnka líffræðilegan aldur heila og það er hreyfing. Það er að segja það er líkamsrækt og þeir sem stunda líkamsrækt reglulega, þeir eru með líffræðilegan aldur heila sem er 0,25 staðalfrávikum minni heldur en hjá fólki almennt. Og þetta býður upp á alls konar möguleikar. Í fyrsta lagi þá er heilin líklega það líffæri sem er erfiðast að hafa áhrif á, en við getum samt haft áhrif á það með því að hreyfa okkur. Þetta býður líka ekki bara upp á þann möguleika að við hlúum að okkur sjálfum, þetta býður upp á þann möguleika að við getum farið að gera kröfu til alls konar fólks í samfélaginu. Til dæmis þegar við kjósum fólk til að stjórna landinu til 4 ára, kannski við eigum að krefjast af því að þeir fari í ræktina minnst einu sinni á dag. Og ef það verður gert, þá má vel vera að landinu verði vel stjórnað. En meira alltaf því að segja, en það er mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir því að heilbrigðisþjónusta sem er rekin er sniðin eftir þörfum einstaklingsins, sniðin eftir líffræði einstaklingsins, er heilbrigðisþjónusta sem kemur til með að gagnast miklu betur við að viðhalda heilsu í stað þess að grípa inn í eftir að sjúkdómur hefur komið. Takk fyrir mig.